samsettur úr píramída og ferstrendingi og við þurfum að finna rúmmál og yfirborð. Og ef við skoðum fyrst rúmmálið þá ekki svo flókið að finna rúmmál ferstrendings því að þar eru allar stærðir gefnar. Við erum með hérna lengd og breidd og hæð og margföldum það einfaldlega saman. Píramídinn hins vegar, þar vantar okkur hæðina. Við vitum að lengdin, ef við hugsum grunnflötinn, að þá hann 18 sinnum 16. En okkur vantar hæðina sem kemur hérna niður í miðju og hornrétt á grunnflötinn. Það sem hins vegar gefið og það nú oft þannig að það gott að skoða hvað veit ég, hvað gefið og hvers vegna, að það að þessi lína hérna 12 og ég get fundið út að þessi, litum hana kannski bara græna, helmingurinn af 18, þannig að þetta þá 9. Og þá get ég reiknað hæðina út bara einfaldlega með Pýþagóras. Og hér ég búin að teikna þennan þríhyrning bara hérna fyrir neðan og ég veit langhliðina, hún 12, ég veit aðra skammhliðina, hún 9 og þá hæðin kvadratrótin af 12 öðru mínus 9 öðru eða 7,94 og þetta semst hæðin, talan sem fer hingað inn. Og nú get ég reiknað rúmmál píramídans. Grunnflöturinn 18 sinnum 16 sinnum hæðin og deila því með 3 og þá fæst 761,98. Þetta eru rúmsentimetrar. Þannig að rúmmálið í heildina rúmmál ferstrendingsins pluss rúmmál píramída. Það að segja 3641,98 rúmsentimetrar, þannig allt í lagi að námynda þetta bara upp í heila sentimetra, myndi ég halda. Heila rúmsentimetra. Og þá myndi þetta vera svarið. Triksið semst að finna hæðina í píramídanum. Nú ég ætla ekki að fara í yfirborðsflatarmálið í þessu myndbandi, ég ætla að gera annað, annars verður þetta allt of langt og kannski þið búin að fatta það og þá nóg fyrir ykkur að horfa bara á þetta til að finna rúmmálið.